Svona í lokin gott aðeins að gera eitthvað sem er miklu meira virðis og miklu sniðugra en að fá að mæta eitthvað svona ágangi eins og hér. En prófanir í öllum svona verkefnum og í flestum svona hlutum eitthvað sem alveg þess virði að skoða og að æfa sig í. Og þá sérstaklega að stunda svona sjálfvirka prófanir. Og það þetta verkefni sem við erum alltaf að gera. Við erum að skrifa upp kóða, við erum að reyna að leysa eitthvað verkefni og við erum alltaf að athuga hvernig gengur. Ég er búinn að skrifa eitthvað, er þetta rétt? Og þá erum við ofta að gera það bara handvirkt og það tekur rosalega langan tíma. Og við getum eytt þessum tíma, við erum meiri tíma oftast, svona meðan við erum að læra að skrifa próf og við erum að gera það sérstaklega eftir á, í það að búa til sjálfvirk próf fyrir öll þessi handvirku próf. Og það hefur í för með sér marga kosti og aðalega það að skipti kontekst úr þegar við erum að skrifa kóðan yfir að fara yfir í eitthvað annað sem ég þarf að íta okkur takka og slá inn 1 eða 2 eða eitthvað texta eitthvað og íta okkur annan takka og eitthvað gerist, að þá getum við keyrt það og marga tugi eða hundruði af svipum prófum bara aftur og aftur. Eitthvað sem tekur okkur 1 mínútu að gera, þá getum við verið búin að keyra 1.000.000 sinnum öll það pluss 100 önnur próf. Og það krefst þess líka að við notum kóðan okkar meira meðan við erum að skrifa hann, þannig að við erum ekki við erum svona að búa til API-ið leið og við erum að forrita. Við erum ekki við erum alltaf að búa til API-ið en við erum líka að búa til og nota það. Þannig að við fáum feedback loopu þar sem við erum bæði höfundur API-sins og notandi API-sins á sama tíma. Það getur oft orðið til þess að við búum bara til betri API. Og svo gefur þetta okkur ákveðið traust á þá virkni sem við erum að skrifa að við munum ekki brjóta hana seinna meir. Þannig að ég skrifa einhverja virkni og ég eftir 2 vikur kem og þarf að bæta einhverju við að breyta einhverju og þá ég búinn að setja, þá eitthvað svona sem að veitir mér traust að ég, ef öll testin keyra og jafnvel ef einhver brotna minni að gera einhverjar breytingar, þá veit ég að það er verið að grípa einhverja villu sem annars hefði kannski komið upp seinna meir. Og þá líka ef við erum að vinna saman í teymi, þá get ég verið búinn að gera eitthvað, ég skil eftir próf, kemur einhver annar, skrifa einhverju virkni og fær strax feedback það að það brotnaði eitthvað sem að ég eða einhver annar hefur skrifað. En það eru líka nokkrir ókostir við próf og það kannski svona fyrsta og það annað því sem að tefur mann í þessu eða svona ýtir manni frá að gera þetta að það tekur bara miklu lengri tíma að skrifa próf en að prófa eitthvað handvirkt og sérstaklega út af því að við miklum það að hvað við munum eyða miklum tíma í það að skrifa prófið og við drögum úr því hversu langan tíma það tekur fyrir okkur að prófa eitthvað handvirkt. Og þau getur líka að gefa okkur falskt öryggi því að prófið náttúrulega bara kóði og við getum gert villur í prófum alveg við getum gert villur í virkninu okkar og það að prófin okkar keyri öll þýðir ekki að það sé ekki buggar í kóðanum okkar. Og þegar við erum að gera stórar og mikla breytingar á kóða og það kannski brýtur við erum bara að breyta ykkur API og það brýtur 100 test sem við erum með og við þurfum að fara inn og laga 100 test, þá getur það verið svolítið afskaplega óspennandi verkefni og það getur verið bara mun auðveldara að bara slökkva á því að keyra testin, bara gera það í smá stund að meina klára þetta og kveikja síðan aldrei að þeim aftur. Ég hef gert það oftar en einu sinni, oftar en 2 sinni. Og þá náttúrulega missum við alla kostina því að við hafa prófin. En svo þegar við erum að skrifa svona próf, þá erum við að keyra unit test sem ekkert sérstaklega vel skilgreint hugtak, en það þetta að prófa eina einingu í einu án þess að vera að horfa á alla heildina. Þannig að við erum að innblýna á einn hlut og við skrifum þá virkni og við prófum þá virkni á sama tíma. Það getur verið fall eða klasi eða módull eða komponent eða eitthvað. Og það sumir sem segja að unit testi ekki að snerta á neinu fyrir utan eins og I.O. eða neti eða eitthvað svoleiðis, en það má alveg færa rauk fyrir að gera það, bara gera það sem þarf. Og þetta hjálpa okkur að komast að hvernig við viljum smíða forritið okkar, hjálpa okkur við að flessa út API-ið okkar. Og það sem mér finnst best og mörgum finnst gott þegar það er verið að skrifa próf svona, er að fá þessa hröðu endurgjöf. Ég skrifa ykkur kóða og þá vil ég helst setja upp þannig að ég bara vista skjalið, þá keyra öll testi mín. Og þá bara vista ég og ég get verið að
ég geti verið að gera breytingar og sjá í raun hvort ég er að brjóta eitthvað eða ekki mjög hratt og örugglega. Og þetta, svo eykst þetta alltaf eftir því sem maður skrifa meira og með fleiri test og þá getum við líka farið að refactora þegar við erum búin að skrifa einhvern mikinn kóða, þá getum við refactora þegar við vitum að við erum að grípa hérna mjög mörg case í prófunum okkar og ef við refactorum eitthvað sem brýtur eitt af þessum caseum, þá fáum við að vita þau strax. Og svo geta prófin komið í stað eða aukið við skjölun, þar sem að við erum í raun að sýna bókstaflega hvernig við viljum að hluturinn virki og það er hægt að keyra það og sjá hvort það virki eða ekki og sjá nákvæmlega hvernig á að senda hluti inn í ákveðin föll eða setja eitthvað upp til þess að það virki eins og sagt er í einhverju skjölun sem oft sleppir því að sýna kóðan svona. Það er í raun, það er bara töluvert oft gert. Og svo svona ef maður er svona test curious þá getur verið gott að byrja því að setja upp svona eitthvað test framework sem leyfir okkur að skrifa test og keyra þau í projektinu okkar. En síðan þegar við lendum í því að finna villu að staldra við og athuga hvort við getum skrifað eitthvað próf sem í raun framkallar villuna áður en við lögum hana, lagfært villuna og sér prófið keyra. Þá getum við í raun verið með svona að minnsta kosti meiri vissu en áður það að þessi villa muni ekki koma upp áður aftur án þess að við vitum af því. Og svo þegar við skrifum test þá eru svona skrifaðu skilvirt, ekki reyna að testa allt í einu, heldur testa bara einn hlut og brjóta prófin frekar upp í fleiri hluti en færri og skrifaðu þannig að þau keyri í raun óháð í hvað röðu eru keyrið, þannig að þau ekki verið dependent á hvort annað og þau ætti alltaf að vera í raun endurtakanlega með sömu niðurstöðum. Þannig að ef ég keyri testi í dag og ég keyri það á morgun og ég hef ekki breytt kóðanum þá ætti að koma nákvæmlega sömu niðurstöður. Og þau ætti að vera hröð, þannig að við ættum að geta keyrt 100 prófa á nokkur 100 millisekundum í mesta lagi. Og þá getum við þurft að færa í burtu og fjarlægja svona önnur aðrar þjónustur og stöður sem við erum að dependa á. Því að sækja eitthvað yfir network tekur alltaf á minnstu kosti 100 millisekundur eða meira. Þannig að það er í raun mun ekki enda í hröðu prófi. Og þá getum við notað svona mocks og stubs sem geta hermt eftir hlutum. Þannig að við vitum nákvæmlega hvernig hegðunin á að verða. Og við getum líka notað það fyrir hluti sem eru svona breiðgengir eða non-deterministic, sem við erum með klukku í forritunum okkar. Þá getum við mokkað út klukkuna, þannig að klukkan sé alltaf eitthvað ákveðið og við gerum eitthvað ákveðið til þess að færa klukkuna áfram með einhvern ákveðin tíma. Og þá getum við líka í raun gert svona áhugavert side effect af því er að við skrifum forrit og erum að eitthvað að díla við tíma. Þá endum við á því að faktora út tíman. Þannig að tíminn verður ekki einhver faktor í forritun okkar að því leyti að við getum við þurfum ekki klukku, við þurfum bara einhvern hlut sem segir eitthvað tíman. Þannig að við getum í prófunum okkar hraða á tímanum eða hægt á tímanum eða ferðast fram eða aftur tíma og það er skemmtilegt. Og svo getum við verið með svona stubs eða fakes, þar sem eru í raun einhver föll sem við skrifum í staðinn fyrir einhver önnur flóknari föll. Þannig að þau skila alltaf sömu niðurstöðu eða feila alltaf eða skila alltaf trú eða eitthvað svoleiðis. Og það getur verið auðvelt að lenda í því að vera að nota svona mocks eða eitthvað svona hluti og enda á því að vera bara að prófa það en ekki raunverulegu virknina sem við ætlum að vera að testa. Og þetta eru líka aftur svona ekki vel skilgreind hugtök og eru notuð að mismunandi hátt af mismunandi aðilum og við getum rekist á mismunandi frameworkum. En það er einmitt þessi framework sem við notum til þess að keyra áfram testinu okkar og þetta eru einhver forrit sem við setjum upp sem leyfir okkur með því að keyra einhverja skipun eða fylgjast með því þegar við vistum eitthvað að það keyri prófin okkar. Og taka saman þá niðurstöðunar og láta okkur vita hvernig er. Keyrið öll prófin, eru öll græn eða er einhver villa. Og þau getur síðan keyrt einhverja virkni fyrir og eftir hvert próf eða fyrir og eftir öll próf, þannig að það þarf að setja upp einhverja stöðu eða eitthvað eða fjarlægja hana. Og síðan þegar við erum að skrifa próf þá viljum við að það sé einhver staðhæfing eitthvað í lokin. Þannig að við viljum segja það keyrði þetta fall fyrir þetta input
og þá búumst við að við fáum út þetta gildi. Við ætlum að keyra þetta samlagningafall sem leggur saman A og B, við gefum 1 og 2 og þá viljum við fá 3. Og þá erum við með eitthvað svona assertion eða eitthvað því líkt til þess að stað til þess að setja fram þessar staðhæfingar. Og þetta svona best að vera bara með eina staðhæfingu prófi, þegar annars getur margir hluti klikkað og þá þurfum við að fara að athuga, var það fyrsta, önnur eða þriðja staðhæfingin í prófinu mínu sem klikkaði, í staðinn fyrir að vita bara nákvæmlega hvað klikkaði strax og þá gildir þetta ekki gera mikið og splitta þessu frekar upp. Og ein leið til þess að skipuleggja próf er að nota arrange, act og assert sem kemur frá Microsoft og þá byrjum við á því að setja upp eitthvað byrjunargildi, við setjum upp allar breytingar okkar, við keyrum í raun virknina, þannig hérna ætlum við að keyra eitthvað sem á að snúa streng við og síðan assertum við það að niðurstaðan sé rétt eftir keysluna. Og þetta getur alltaf verið fleiri en ein lína í hverju skrefi. Síðan er test-driven development þegar við tökum þetta þannig að við erum að keyra þetta bara alveg frá því að við byrjum að skrifa forrit og við byrjum að skrifa fyrst eitthvað próf sem bregst, sem klikkar. Síðan skrifum við kóðu til þess að láta það próf ganga og síðan höldum við áfram. Og síðan þegar við erum búin með eitthvað ákveðið, þá getum við farið og refactora kóðun okkar og keyrum prófin meðfram og þá vitum við alltaf að allt sem við erum búin að gera, það er ennþá það stenst ennþá. Þannig að þá verður þetta svona feedback loopa sem er mjög skemmtilegt að vinna í. Og þá, þegar maður svona lendir í þessu, þá er oft talað að fólk verði svona test infected. Write a test, check if it fails, ef það succeeds þá skrifa test, ef það failar, skrifa kóða, keyra öll test, ef eitthvað failar, skrifa kóða og halda þessu áfram. Allt keyrir, hreinsa kóða og halda áfram. Og svo er svona test framework, tala líka behavior driven development, það sem við höfum að skipta fókusum á því að vera að prófa virkni yfir því að vera ekki að hugsa að skrifa próf, heldur að vera að skrifa próf fyrir virkni. Og það breytir því hvernig við skrifum þessar staðhæfingar og notum. Þannig að við veitum ekki að vera að segja x ætti að vera jafnt í, assert x, komma eitthvað, heldur að þetta vera að skrifa þetta í svona setningum. Þannig að við getum lesið þetta út eins og foo should equal bar. Eða ég býst við að foo sé jafnt bar. Og þetta samt, BDD er miklu flóknara hugtak, en það er oft einfaldað niður í þetta þessi munun að það nota assert eða accept eða should í assertionunum okkar. Og svo erum við með code coverage sem eru hugtak það að þegar við keyrum svona test, þá getum við verið að skrifa 100 test, en þegar við prófa alls sömu 10 línurnar, en forritið okkar eru 100 línur, hvernig eigum við að vita að við séum í raun að covera allt forritið okkar, þá getum við sett upp svona code coverage. Þá eru nokkrar skilgreiningar, eins og ef við erum að kalla í bara öll föllin okkar, já, ok, eða verður að kalla í öll föllin okkar, ef við erum að kalla hverja einustu statement í föllunum okkar, ok, ef það er gert, ef við erum að keyra líka öll brunns, þannig að fyrir if og else og switch og case og for, já, þá ef við erum að keyra allar möguleikana og svo condition coverage sem næri yfir allt. Þannig að ef við erum með if og ég er með einhverja 2 breytur, ég þá verið að prófa fyrir alla möguleikana, fyrir false, 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 true og true, true. Af því að það getur verið mismunandi niðurstöður eftir því öllu saman. Og síðan integration tests, þegar við tökum summum frá einingunni í unit-testinu og prófum fleiri en eina einingu í einu. Þá getur það verið allt frá því að búa til einhverja einingu, setja inn í gagnagrunninn og sækja hann aftur og sjá til þess að hún sé alveg rétt. Eða einhver samskipti við net og margt fleira. Og þessi próf taka yfirleitt lengri tíma í skrifum og svona, þegar þetta er verið að prófa stærri hluti. Og þá er oft verið að nota svona önnur framework. Í Node.js þá getum við nota það eru mörg svona framework, en Mocha er mikið notað og Chai fyrir assertion library og síðan höfum við Sign-on sem er pakki fyrir mocks and stubs og Istanbul fyrir code coverage.
og svo nokk hérna eitthvað sem ég heldur að sé orðið eitthvað úrelt til þess að geta prófað svona HTTP-beiðnir. En Mocha í raun þannig að við setjum upp einhverja svona testsvítu, skilgreinum testun okkar þar inni og við skilgreinum í raun hvað verið að prófa og síðan prófi sjálft sem bara fall og við getum prófað ósamfassa kóða með async og await í Mocha og við getum sett þetta upp Mocha almennt og keyrt það síðan með flöggum eins og til dæmis að láta það fylgjast með því þegar við erum að skrifa kóðan okkar og keyra alltaf prófin, hvernig við fáum niðurstöðunar út, til dæmis spec þar sem við fáum í raun allar mjög yfirgripsmiklar upplýsingar, niður í dot þar sem við fáum í raun bara einn grænan eða einn rauðan punkt eftir því hvort að test feilaði eða ekki. Og þá með Chai þá getum við til dæmis skrifa próf sem væri svona fyrir einhverja mjög einfalda virkni eða einhverja virkni sem bara til staðar. Þannig að index of ætti að skila -1 þegar að gildið ekki til staðar í fylki og þá kemur prófið hérna og prófið þá hérna í raun bara í einni línu. Ef við erum með fylki, við köllum index of, þá ætti það að vera jafnt -1. Síðan fyrir React og í Create React App þá fylgir Jest með sem test framework í staðinn fyrir Mocha sem kemur frá Facebook. Það orðið frekar vinsælt og það líka með svona leiðum til að testa sérstaklega komponenta í React og þá sér í lagi svona snapshot testing þar sem við erum með í raun segjum hér komponent, hann réttur eins og hann núna. Þá tekur Jest svona bara snapshot af komponentnum, af proppunum og stateinu og síðan setna meir þegar við keyrum testið þá endurskilgreinir eða endurtekur það eða býr til þessa stöðu sem var til þegar snapshotið var tekið og athugar hvort að allt sé rétt miðað við þá. Og þá þá átti að gefa sér inn rauðan og 1 og þá fekk ég út grænan og 2, nú fæ ég út bláan og 3. Þannig að það eitthvað að miðað við snapshotið, þannig að þá vitum við eitthvað bilaði. Og ef við viljum skoða að setja upp þetta, þá keyrir þetta með Create React App og það eru frekar ítarlega leiðbeiningar hvernig við getum byrjað á því. Og þá getum við notað annan pakka sem heitir Enzyme sem leyfir okkur að staðfesta hvað kemur út úr komponentum án þess að þurfa að rendera allt komponenttréð. Þannig að þá getum við athugað það að einhver ákveðin komponent, þegar hann fær einhver ákveðna hluti, þá skila hann einhverjum ákveðnum niðurstöðum. Og þá verður hérna shallow er svona shallow render, þannig að þá keyrir við shallow render á app og þá ætti welcome að vera ykkur texti expect wrapper to contains welcome to equal true. Þannig að þá getum við athugað það að ykkur fyrirsögn sé til staðar í appin okkar. Svo við svona klárum þessa afskaplega hröðu yfirferð, þá eitt í viðbót sem svona hugtak sem gott að nota, gott að vita og nýta sér, sem continuous integration eða CI, sem þegar við erum í raun með eitthvað project og við erum að nota source control og í hvert einasta skipti sem við committum í source control þá keyrum við öll testin okkar á einhverjum CI server. Þannig að þá í raun fáum við svona baktryggingu á það að þó svo að við höfum kannski ekki keyrt alla testsvítuna sem tekur kannski 2-3 mínútur að keyra eitthvað svona og eitthvað vesen að setja upp eða eitthvað, að þá það allavega keyrir það á einhverjum stað fyrir hvert commit. Og svo integration parturinn hérna kemur frá því þegar það var gert og í raun gert á einhverjum stöðum að fólk að vinna virkni á branch, ekki á masterbranchinu, í marga daga, vikur eða mánuði og svo einhverjum tímapunkti að gera útgáfu og þá það þannig að það tekir bara vika í það að mergea saman öllri virkninni. Þá getur það verið alveg afskaplega leiðileg og erfið vinna. Þar sem það voru kannski 10 aðilar að vinna í sömu skránni og svo þarf að mergea hana á réttan hátt þannig að öll virknin sé rétt. Og náttúrulega ef við gerum þetta bara oftar, jafnvel bara á nokkra klukkutíma eða mínútna fresti, þá lendum við aldrei í þessu. Það alltaf verið að continuously verið að integrata þessu saman. Og þá komumst við hjá þessu integration hell. Og það gefur líka það traust að ef við erum með master sem að allir að vinna á reglulega, að færa sína virkni inn á, við erum með test fyrir allt sem við erum að gera
og öll testin keyra, að þá sé í raun master alltaf tilbúið í útgáfu og þá þetta í raun grunnur að því að geta verið með svona innan gæsalappa agile svona útgáfuferli þar sem við erum í raun að vinna einhverja sprettirnir okkar eru jafnvel bara niður að vera bara dagslangir af því að við getum í raun gefið út í lok hvers dags, í lok hvers klukkutíma eða bara hvenær sem og þá það þetta continuous deployment að þegar við erum í raun með þetta traust á öllu kerfin okkar þá getum við bara gert það þannig að ég bara forritari sem að vinna í þessu verkefni, í þessu fyrirtæki eða hvað sem og í þessu konteksti sem við búið að setja upp þá geri ég breytingar, ég skrifa mín test, ég held code coverage, það hátt, það keyrir testin og ég checka þetta inn á master og þá bara get ég committa einhverju master, allt keyrir og sjálfkrafa í raun útgáfan bara, það bara gefið út. Og það í raun fyrirtæki sem eru svona, þannig að það bara einhver klárar eitthvað, svo það bara komið live bara nokkrum mínútur seinna. Og þá í raun verið að gefa út svona á einhverjum svona vefjum sem eru, náttúrulega vefurinn liggur vel, virka vel fyrir þetta og þá verið að gefa út útgáfur bara 100 sinnum á dag. Og við getum gert þetta á Heroku með því að setja upp sagt, pipelines sem eru svona hugtak á Heroku. Þá fáum við svona Heroku CI sem að leyfir okkur að keyra prófin okkar og svo getum við líka útbúið svona pipeline sem með mörgum hólfum þar sem við getum verið með dev sem alltaf nýjasta útgáfan af master og svo test sem útgáfa sem að fara út og svo production sem þá með raunkeyrslu á kerfinu og þá getur hvert af þessum kerfum verið með í raun mismunandi environment upplýsingar það hvaða kerfum þetta að tengjast. Þetta kerfist tengist raunkerfinu, þetta tengist testkerfinu sem í raun afrit af raunkerfinu frá því einhverjum tímapunkti og dev sem í raun bara svona leiksvæði þar sem í raun hægt að setja inn hvað sem og það engin hætta, maður getur leikið sér. Og svo getum við tengt þetta við GitHub og þá getum við sjálfkrafa búið til nýja fyrir hvert pull request sem við búið til og við getum testa hluti og við getum gert testin okkar og þetta verður afskaplega næs og ég veit ekki alveg með tíminn hvernig ég ætla að þeim langar svo að sýna ykkur dæmi þetta að þetta var svo löng tala hérna en að sýna ykkur þetta í raunveruleikanum mjög næs. Þegar tökum smá pásu og kíkjum svo á þetta.